Hæ, ég heiti Emilía. Og ég heiti Ísold. Við erum fulltrúar ungmennarráðs Hornafjarðar. En ungmennarráð Hornafjarðar nefnd innan sveitarfélagsins sem gefur ungmennum tækifæri á að taka þátt í ákvörðunum sem snúast á okkur og okkar samfélagi. Okkur langar að kynna ykkur fyrir Barnvænt sveitarfélagi og hefur ungmennarráð okkar tekið stóran part í því verkefni. Barnvænt sveitarfélög verkefni sem styður sveitarfélög við að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Verkefni á sér fyrirmyndir út allan heim og umsjón UNICEF. En hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að sveitarfélagið vill taka börn með í samtalið og hlusta á þau. Og að við vinnum markvisst að því að fræða alla mikilvæga réttindi barna. Við viljum móta samfélagið fyrir framtíðin og börnin eru náttúrulega framtíðin okkar. Þess vegna er ótrúlega mikilvægt að hver einst ákvörðun sé unnin í samstarfi við ungu kynslóðin okkar. Við náum oftast miklu betri árangri með því að hafa þá sem við erum að vinna með í ráðum. Og börn eru þar mjög mikilvægur partur með ferska sýn og skemmtilega skoðanir. Og það er mikilvægt að ólíkir hópar í samfélaginu komi þessum að því. Og það er þannig að ef við búum til umhverfi sem er gott fyrir börn, þá er það gott fyrir flesta. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna útbreiddasti mannréttindasáttmáli heims. Til þess að Hornafjörður geti verið barnvænt sveitarfélag þarf að fara ákveðinn innleiðingarhring. Hann felur í sér 8 skref. Til þess að viðhalda viðurkenningunni þarf sveitarfélagið að halda ferlinu gangandi og setja sér ný markmið á hverju ári. Í lok ársins 2023 samþykkti UNICEF fyrstu áætlunina og felur hún í sér eftirtaldar aðgerðir. Barnaþing og rýnihópar. Annað hvert ár haldið barnaþing í sveitarfélaginu, þar sem ungt fólk fær tækifæri til að koma málefnum sínum á framfæri. Á barnaþingi kallaður til allur barna- og ungmennahópurinn okkar, 6 ára og upp í 24 ára og þeim skipt í hópa. Allt gengur þetta út á það að allir barna skili sér inn á borð til þeirra sem taka ákvarðanir í sveitarfélaginu okkar. Við settumst niður bara með þau gögn og rýndum þau og hvað var í rauninni raunhæft að framkvæma. Það er svo margt sem að börnin sjá en við sjáum ekki. Samráð við ungmennaráð. Ungmennaráð skipar áheyrnarfulltrúa í allar fastanefndir. Bæði það rosalega mikilvægt fyrir okkur sem sitjum í nefndunum að sjónarhorn barna og ungmenna heyrist. Það er líka rosalega mikilvægt fyrir börnin að þau fái að taka þátt í vinnslu mála. Þau hafa verið duglega að mæta og taka þátt í fundunum og tala þegar þeim finnst að skipta máli. Oft á tíðum eru krakkarnir líka bara miklu meira inn í þessu hlutum en við teljum þau vera. Það þarf bara að gefa þeim vettvanginn til þess að geta rætt þetta. Markviss fræðsla fyrir starfsfólk. Markmiðið að starfsfólk á öllum sviðum sveitarfélagsins þekki réttindi barna og tilgang verkefnisins. Þetta snýst ekki allir geti talið upp öll atriðin heldur að við séum svona meira að koma með það í DNA-ið hvað þetta gengur út á. Þetta verður alltaf endurnýjað reglulega og hverju ári þurfum við kannski að finna nýja nálgun hvernig við komum þessari þekkingu inn. Það er eins og með öll góðu verkefni, þeim lýkur aldrei. Allar stofnanir sveitarfélagsins tilnefni réttindafulltrúa. Markmiðið að útnefndir fulltrúar beri ábyrgð á að horft sé með gleraugum barna á starfsemi sinnar stofnunar. Við þurfum að vinna markvissar að því að vinnustaðir finni fyrir tilgang að þekkja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við sjáum leikvelli og hugsum göngustígar og merkingar og höfum verið að hlusta á það sem þau hafa verið að biðja um. Og þetta er eitthvað sem að snýra þeirra lífi. Þau þekkja miklu betur allt sem er í gangi í kringu þau heldur en við sjálf. Réttindafræðsla fyrir börn. Að öll börn í sveitarfélaginu þekki sín réttindi og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Skólarnir hafa verið með barnasáttmála sýnilegan í öllum kennslustöðum og göngum skólan og að tileinka sér verkefni sem þau taka beint út úr barnasáttmálanum. Þau voru í hópum, voru að vinna hugmyndir að sínum svæðum með barnasáttmálan svona í bakgrunninn þannig að þau sjáu að þau geta haft áhrif. Réttindafræðsla fyrir foreldra. Markmiðið að upplýsa foreldra réttindi barna og barnasáttmálan. Ég held að fólk sé alltaf smá saman að verða meðvitaðra hver eru réttindi barna, hvernig getum við hlusta meira á þau. Þarna hefur lagt grunninn að því að það sé gott fyrir alla að búa. Flest lykilatriðin sem snúa því að gera sveitarfélagið barnvænt gott fyrir alla aðra. Að börn fái tækifæri til að setja mark sitt á umhverfis- og skipulagsmál. Með þátttöku sinni fá börn tækifæri til að hafa áhrif á mótun umhverfisins í sveitarfélaginu. Umhverfið er okkar allra. Það er ekkert alveg sjálfsagt að fullorðið fólk sjáu fyrir allar þarfir og það er mikilvægt að ólíkir hópar í samfélaginu komi þess vegna að því. Þau eru með hellinga af flottum hugmyndum og halda síðan bara kynningu á þessu og þá kemur umhverfis- og skipulagsfulltrúinn og skólastjórar og kennarar og bæjarstjórinn. Þau sjá alveg, við megum hafa skoðanir, það er hlustað á okkur og mér finnst það ferli mjög mikilvægt.
bæta göngu og hjólaleiðir. Að markvisst sé unnið að því að bæta samgöngur í samtali við börn og ungmenni. Börn fara bæinn fyrst og fremst gangandi eða hjólandi. Það sem mikilvægt að við tryggjum að þau getur farið á milli staða á öruggan hátt. Og við hefum til dæmis leitað til þeirra með því að fá þau til að teikna upp hvaða leiðir þau fara til þess að það sé hægt að meta hvað mikilvægast að fara í breytingar og lagfæringar. Börn af erlendum uppruna fá stuðning við að efla sig í sínu móðurmáli. Tekið mið af þörfum hvers og eins og boðir upp á fjarkennslu ásamt stuðningi við foreldra viðkomandi. Allar rannsóknir sýna að það skiptir máli fyrir börn að hafa góð tök á móðurmálinu og við vitum að við höfum ekki kennara fyrir öll þessi tungumál en það eru ákveðnar leiðir til þess að koma til móts við sem flesta og við erum bæði að hlusta á fólk af erlendum uppruna sem að tala þetta, við erum líka að reyna að hlusta á fræðimenn af því að það skiptir okkur máli að þau hafi bæði móðurmáli sitt og líka íslenskuna. Seinkun skólabyrjunar. Að skólanum sé seinkað til 8:30 og í framhaldi verður skoðað hvort seinka eigi honum enn meira. Sveitarfélagið mjög viðfemt og það eru börn hérna í skólanum sem að vakna mjög snemma til þess að ná skólarútunni og seinkun skólabyrjunar myndi algjörlega hafa mikil áhrif á þeirra líf. Rannsóknir sýna að melatoninframleiðsla hjá unglingum hún mjög sein á kvöldin þannig að það myndi henta þeim betur og þeirra líka slökku að mæta seinna í skólanum annanna. Já, þessar aðgerðir hljóma ótrúlega vel, en hvernig hefur þetta alveg gengið? Þekki allir barnasáttmála. Er sveitarfélag að fara eftir þessu? Hefur þú heyrt af barnasáttmálanum? Já. Já, ég hef heyrt af honum. Hefur þú fengið fræðslu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Nei. Já, það viljum þannig til. Já. Já. Nei. Er eitthvað sem þú veist barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Ég veit að það er plakkat í skólanum. Bara öll börn eiga að búa við öryggi. Við erum aðilar að barnasáttmálanum í Ísland, ég veit það. Öll börn eiga rétt á menntun. Að seinka skólabyrjun, það er markmið. Eru þið ekki búin að ná þessu eða? Við í ungmennaráði fáum greitt fyrir alla okkar fundarsetu. Og fáum að vera fulltrúar í nefndum þar sem við spurt í alls konar mál og getum haft áhrif. Það eru endalaust af verkefnum sem snúa á okkur unga fólkinu hérna á Hornafirði. Það mætti gera betur í sumum, en sveitarfélagið komið ansi langt í þessu. En það má alls ekki slaka á og munum við sjá til þess að haldið vera áfram.